þetta var svona fyrirfram, hver sterkt K-liðið og munu Valsmenn fylgja eftir þessum góða sigri á móti Aftureldingu. En K.A. bara tók þennan leik svolítið í sínar hendur og Georgi fór á kostum í þessum leik. Já, algjörlega. Maður var klárlega mjög spenntur að sjá bara hvernig þessi leikur myndi þróast, eins og þú segir, með bara sögu liðana þar á undan. En hann svona molnaði hægt og rólega undan Valsmönnum og þessi maður, fremstur í flokki Georgi, var hreint út sagt bara stórkostlegur. Þeir voru í miklu vandræðum bæði, bara náttúrulega með hann og svo bara hreint út með bara svona, harðan leik K.A.-manna ef við komum svo nána kannski því á eftir. En mér fannst svona, mér fannst molna svolítið undan leik Valsmanna þegar hann leið á. Þannig að hann skora 2 mörk á 13 sekúndum. Já, bara algjörlega stórkostlegur í þessu leik og bara öflugir K.A.-menn einhvern veginn, konum með núna 4 sigri í röð. Þeir eru með bara virkilega svona statement inn í deildina að það þarf að taka þá mjög alvarlega og sitja bara í öðru til 3. sæti, sko. Sjáum hérna þessa frábæri sirpu með Georgi sem að átti algeran stjörnuleik en hann hélt svo sem uppteknum hætti annar leikmaður sem við höfum fjallað mikið Bjarni Ófeig Valdimarsson, Vignir, hann átti flottan leik. Já, mér finnst hann bara líka klókur. Það er mikil athygli á hann núna, hann er búinn að vera markahæstur í nánast öllum leikjum og kannski þessum og einum öðrum til en mér finnst hann líka bara klókur. Hann er að velja mikið, það er mikil ábyrgð á honum. Hann er að velja vel, hann er að fá menn í sig, losa hárréttum tíma, fullt af sköpuðum færum. Ég held að hann sé með einhver 10-11 sköpuð færi í leiknum, pluss 7 mörk. Þannig að hann er svona, mér finnst þetta þrosku frammistaða hjá honum. Hann þurfi ekki að vera aðalmaðurinn og skora öll mörkin, heldur var hann líka bara mikið að draga í sig og búa til. Það mæðir á honum náttúrulega mikið varnarlega og svo þetta sóknarlega og eins og segir, hann er búinn að vera markahæstur held ég örugglega bara í öllum leikjunum nema kannski 2. Og það eru þá leikir sem hann er einmitt að setja svolítið svona fast statement varnarlega og bara að spila upp leikmenn og mér finnst aðdánuvert hvernig hann er að koma inn í tímabilið eftir og bara búinn að vera þessar fyrstu 7 leiki eftir að hafa verið meiddur eiginlega allt síðast tímabil.